Góðan daginn. Þá erum við komin yfir í kafla 9 sem kaflan fjölmiðlakablinn sem heitir Börn og fjölmiðlar eða eins og við myndum kannski frekar líta á í dag samfélagsmiðlar. Og bókin orðin dálítið svona þreytt og gömul eins og þið sjáið. Hún hefur ekkert verið uppfærð frá 2005 og það fyrir 15 árum, þannig að það dálítið mikið búið að breytast. Þannig að ég tók svona það helsta það sem á við en þann dag í dag og eitthvað sem væri kannski forvitnilegt og ætla að fjalla aðeins það. Og í fyrsta lagið þá erum við með hvað þetta? Þú er ekki færa sig fyrir mig. Áhrif fjölmiðla aukast stöðugt og mjög ung börn horfa mikið á sjónvarp eða tölvur. Eru áhrifin góð eða slæm? Og hvernig best að hægt að nýta kosti sjónvarps, myndbanda, tölvu eða netsins? Og þegar ég tala um fjölmiðla núna, þá ég að tala um samfélagsmiðlana líka. Það ekki gert í bókinni þar sem það voru engi samfélagsmiðlar að neinu ráði þegar hún var. En það ekki gert í bókinni þar sem hún náttúrulega frá 2005 og það eru ekki svo mikið samskiptamiðla á þeim tíma. Þannig að við förum yfir í næstu glæru. Tegundir fjölmiðla, þeim hefur verið skipt upp í bara alls konar flokka, en þetta svona helstu flokkarnir. Það eru bækur, það dagblöð og tímarit, það kvikmyndir, það sjónvarp og útvarp, tónlistamiðlar, myndbönd, tölvur og samfélagsmiðlar. Og í dag til dæmis nota börn mjög mikið, þau nota náttúrulega samfélagsmiðlana og þau nota tónlistamiðlana, þau nota kannski miklu minna dagblöð og tímarit og sjónvarp og útvarp, því þau að nota tölvurnar sínar og símana í það sem við áður notuðum í þetta. Tilgátur áhrif fjölmiðla eru ótrúlega margar og ef við förum bara alveg niður í 1920, það fyrir 100 árum, að þá maðurinn talinn vera óskrifað blað. Og fjölmiðlarnir þar að leiðandi hafa bein og millileiðarlaus áhrif á notandann. Og menn met ekki málefnin, þeir bara taka allt bara beint inn og það getur haft áhrif á þig eða ekki. Fjölmiðlar móta ekki viðhorf almennings. Þannig að þeir eru hlutlausir og þeir spegla heiminn. Og ef við svona aðeins lítum á fjölmiðla í kringum okkur, það rétt? Eða það bara eitthvað svona, flott kenning? 1960 menn meta sjálfstætt og fjölmiðlar hafa mátt til að hafa áhrif á viðhorfin. Þannig þetta aðeins fara að breytast. Og svo við að tala um upplýsingabyltinguna sem nú á dögum og það bókin, tími bókarinnar sem 2005, við náttúrulega komin mun lengra, við erum komin 15 árum seinna og það spurning hvort við erum enn að tala um upplýsingabyltinguna eða hvort við erum komin yfir eitthvað allt annað. Það talað að fjölmiðlar geta haft mjög mikinn áhuga á þroska barna. Áður var sjónvarpið einn algengasti miðillinn. Í dag þetta tölvur og þetta eru snjallpattar og þess háttar. Það samkvæmt könnunum þá hefur það sýnt sig að þegar barn lýkur grunnskóla hefur það séð 8.000 morð í sjónvarpi og 18 ára aldur hefur það séð 200.000 ofbeldisatriði í sjónvarpi eða jafnvel meira. Það mjög mikið kynferðislegt efni í sjónvarpi eða í myndum bara almennt og börn hafa ekki þroska eða reynslu til að skilja hvað það sem þau eru að horfa á. Andleg og líkamleg heilsa að til dæmis að þá var það þannig að ef þú horfir á cirka 4 klukkustunda barnaefni að þá var hægt að finna 200 auglýsingar alls konar ruslfæði innan þetta. Ég ekki mjög fróð hvernig barnaefnið sett upp í dag af því að barnið mitt orðið það gamalt að við erum hættar að horfa á barnaefnið, þannig ég veit ekki hver staðan í dag, en það fylgst betur með, held ég, með sjónvarpinu hér og hvað verið að sýna í tengslum. Hins vegar, ef barnið að horfa til dæmis bara á YouTube, þá hefur foreldri enga stjórn yfir því hvaða auglýsingar flæða með og barnið að horfa á. Rannsóknirnar sýna að þegar við erum að tala um hvað áhrif þetta hefur á börn, að útvarp og prentamál hefur svipað áhrif vegna þess að það byggist á tungumálinu. Sjónvarp og myndbönd hins vegar byggjast á sjónskynjuninni
og þarna kemur fram mikill munur í endursögn barna eftir því hvað miðil þau eru að nota og þá erum við til dæmis að tala í myndum eða teikningum. Mynd sem teiknuð eftir útvarpi þá nota meira ímyndunarafl og það eru fleiri atriði úr sögunni sem koma fram í myndunum. Ef hins vegar myndin teiknuð eftir sjónvarpi eða eftir myndabók að þá eru notað óvanalega sjónarhorn heldur en börn nota almennt. Myndirnar eru betur gerðar og það eru fleiri smáatriði því þau eru að teikna myndina sem þau sáu. Sjónvarp ýtir þannig undir sjónskynjun frekar heldur en ímyndunarafl. Þau eru ekki að nota ímyndunaraflið heldur eru þau að nota bara nákvæmlega það sem að þau voru að horfa á. Sem kennslutæki þá miðlar sjónvarp upplýsingum á mjög árangursríkan hátt og það gagnast mjög vel börnum sem búa við erfið uppeldisskilyrði. Og þannig virðist það jafna aðstöðumun gagnvart skólanámi en það má ekki gleyma því, það kemur ekki í stað mannlegra samskipta og það er mjög mikilvægt að horfa með börnum. Og til dæmis hinn frægi þáttur Sesame Street að hann var í upphafi gerður til þess að reyna að ná til spænskumælandi barna sem var mjög mikið af í Bandaríkjunum til þess að undirbúa þau fyrir skólanámið. Og ég veit ekki hvort að þetta er í dag lengur þessi aðal áhersla hjá þeim, ég held nú ekki, ég held að þetta sé nú bara fyrir öll börn í dag en þetta var upphaflega ástæðan fyrir að Sesame Street var gert, var til þess að reyna að ná til barna sem ekki voru í sömu aðstöðu, þau komu og voru ekki eins tilbúin fyrir skólanámið eins og börn enskumælandi foreldra. Leikskólabörn og sjónvarp, þetta eru gamla tölur en rannsóknirnar sem slíkar, þær standa enn fyrir sínu og þegar þetta er gert að þá er talað að 1990 þá eru 99,5% íslenskra barnafjölskylda sem eiga sjónvarp og þá var það talið og hefur lengi verið talið að það er félagsleg athöfn í fjölskyldum að horfa á sjónvarp. Íslenski foreldrar hins vegar hafa almennt minni afskipti af sjónvarpsnotkun barna heldur en foreldrar í öðrum löndum, til dæmis í Evrópulöndum og ég veit ekki út af hverju það hefur svo sem held ég ekkert verið rannsakað neitt sérstaklega en þetta með félagslegu athöfnina að þetta er mjög mikið að breytast ef við horfum bara á núna þetta er 1990 sem þessar tölur eru teknar og ef við horfum á tíman í dag 2020, 30 áru seinna að þá til dæmis að þá er ekkert óalgengt að ef þú ert að horfa á sjónvarp með úlingi að hann sé að horfa svo í leiðinni á eitthvað annað í símanum. Þannig að þessi félagslega athöfn sem að áður var það sem allir sátu saman og voru að horfa á það sama, hún er svolítið að hverfa. Börn langskólagengina foreldra horfa sjaldnar á sjónvarp. Þetta er staðan eins og hún var. Foreldrar eru almennt ánægðir með barnefni í sjónvarpi en ánægjan minnkar með aukinni menntun foreldra. Og línuleg dagskrá er náttúrulega að minnka. Það er að minnka að fólk setjist fyrir fram að sjónvarpið og horfi á það sem þar er bara á þess að skipta sér neitt af því að taka farin á YouTube eða neitt þannig. En barnaefni er samt enn línulegt. Óttinn við það sem sést í sjónvarpi eða á myndum, hann tengist aldrei. Þannig eru mjög ungbörn, þau eru hrædd við dýr, þau eru dauði, skrímsli, nornir. Aðeins eldri þá er þetta orðið slys og dauði ættingja og aðeins eldri stríð, fjármálakreppa, allar þessar hörmungar í heiminum og börn hafa lítinn skilning á að túlka þetta þannig að það sé rétt. Þannig að það er mjög mikilvægt að horfa með börnum á svona efni. Sjónvarp og eldri börn, að þá var verið að tala að í bókinni þá talaðum að börn sé að breytast í sófakartöflur. Þau eru hætt að lesa, þau bara sitja bara og horfa á sjónvarpið. Þetta á svo sem ágætlega við í dag líka myndi ég halda með alla símana og pattana og annað það sem þau sitja bara alveg stjörf og það er ekki tætt að ná sambandi við þau. Það er hins vegar meira valfrelsi í dag hvað þau horfa á. Sjónvarpið er meiri frétta og upplýsingamiðill heldur en til dæmis ef þú ferð inn á netið. Og svo er það, ef við förum yfir í myndböndin og tölvurnar, þá varum við með eitthvað þarna sjá skemmtiefni. Ég veit nú ekkert hvað ég ætla að segja þá. Áhrif ofbeldismynda á börn eru að börn þola betur að lesa ofbeldi og óhugnað heldur en að sjá slíkt á mynd.
vegna þess að ímyndunarafli það fer ekki fram úr tilfinningalegu þoli og þetta er það sem við vorum líka að tala um þegar við vorum í kaflanum bækurnar. Og sjónarhorn ofbeldis hefur breyst í myndum. Áður var það frá sjónarhorni þolandans en nú er það mjög algengt að það sé frá sjónarhorni gerandans og ef það er hort á börnir og mikið að spila ofbeldisleiki í tölvunum að þá er spilandinn orðin gerandi. Hann er að berja alla og drepa alla og annað þannig að ofbeldi er orðið allt öðruvísi heldur en það var þegar þú horfir á einhver var að lendi í einhverju og þú stóðst með viðkomandi. Þetta er bara allt annað sjónarhorn. Bresk rannsókn sýnir, sem er talað með í bókinni, sýnir að það er mikið af fullorðins sjónvars og myndbandaefni sem er aðgengilegt börnum. Það er ekki fylgst með því á hvað börn er að horfa og það eru ákveðin skammtímaáhrif sem ofbeldismyndir hafa. Eðlilega heilbrigð börn fá svefntruflanir og kvíða en þau ná sér fljótt ef sambandi við foreldra er gott. Börn sem eru hins vegar ekki í góðu tengslu við foreldra sína að þau eru lengur að ná sér. Þau fá svefntruflanir og annað og það er enginn til þess að skýra fyrir þeim hvaða er sem þau sáu. Þannig að þau eru lengur að ná sér eftir svona dót. Og það er lítið vitað á langtímaáhrifin. Vegna þess að það er bara, við erum bara ekki komin nógu langt til þess að það sé byrjað að rannsaka eitt eða neitt varðandi það. Það er til nokkurs að kallað ofbeldis ónæmi og það getur myndast ef það er mikið hort á ofbeldi í sjónvarpi eða ég segi bara sjónvarpi þegar við erum að tala um tölvurnar og þá er talað að í framhaldi af þessu ofbeldisofnæmi eða ónæmi að þá komi þessi úthreinsunarkenning. Það er sem sagt að menn fá útrás fyrir ofbeldi með því að horfa á það og þá fremja þeir það síður. Af því ég horfi svo mikið á ofbeldi í sjónvarpi þá mun ég ekki fara út og berja mann og annan. En þetta er ekki rétt, segja læknar og sálfræðingar. Þeir segja að það sé ekki fylgnið þarna milli. Börn horfa frekar á ofbeldi ef foreldrar horfa. Þetta hefur komið fram í rannsóknum, nokkrum rannsóknum, það er vitnað þarna í eina breska rannsókn. Íslenska rannsókn sem talaður með blaðsíðu 173 að það sé samband á milli árásarhneigðar og þess að horfa á ofbeldi og að stúlkur sem búi við erfiðar aðstæður flýja raunveruleikann með því að horfa á ofbeldisefni. Úlingar sem búa við ofbeldisefni hafa meiri ánægja að horfa á það en aðrir úlingar og aftur er komið yfir þetta góð samskipti á heimili eru mjög mikilvæg og það er farið hérna í nokkra ráðleggingar á blaðsíðu 174 og þetta er mjög mikilvægt að maður hugsi þetta og sérstaklega þegar við erum að tala um ungbörn að láta þau ekki horfa á mikið ofbeldi því við vitum ekkert hvað áhrif það hefur á heiladótið. Tölvuleikir skiptast gróflega í þrennt. Það er í fyrsta lagi ofbeldisleikir, það eru íþróttaleikir og það eru ofbeldislausir leikir eins og spilaleikir og spurningaleikir og þess aftar. Og því meira sem úlingar leika sér í ofbeldisleikjum, þeim mun líklegra er að þeir sé að beita líkamlegu og andlegu ofbeldi. Og það er mjög líklegt að nú erum við að sjá til dæmis dæmi það að úlingar hafa verið að safnast saman og berja eitthvað eða gera eitthvað og svo fer þetta allt á neti og þetta eru skipulög, það er búið að loka og svo setja þetta á einhverja heimasíður. Það er búið að vera að loka nokkrum svona heimasíðu núna, var á miðlunum daginn og það er mjög líklegt, ég get ekki sagt að það sé 100%, það er mjög líklegt að þetta sé stór hluti krakkar sem eru meðal annars að spila ofbeldisleiki í tölvunum, sem eru að spila þannig tölvuleiki. Ég meina þetta er ekki það sem þú ert að dundara við að spila hvað heitir það eitthvað svona púsluleika eitthvað svoleiðis, þá ferð þú ekki út og langar til að lemja eitthvað. Jú, mér myndi vísu örugglega langar til að lemja eitthvað því að ég hef ekkert gaman eða svona púsludóti. En svona almennt séð. Ofbeldisleikir hafa áhrif á afbrotahegðun pilta. Hún eykst, kemur fram í könnunum. Hins vegar, það sem hefur áhrif á afbrot hjá stúlkum, það eru heimilisaðstæður og samskipti við foreldra. Úlingar almennt sem eiga slæm samskipti við foreldra og eða alast upp við ofbeldi, þeir sækja frekar í að horfa á ofbeldisleiki og spila tölvuleiki með miklu ofbeldi.
Nú erum við búin aðeins að færa okkur yfir í netið. Árið 2005 þá notuðu 88% íslenska tölvur og 85% af þeim notuðu netið. Í dag er talið að við séum með hæstu notkun á interneti í Evrópu. Við erum komið fram úr Finnum, samkvæmt síðustu rannsókn sem ég skoðaði, þá erum við komið fram úr Finnum sem voru alltaf efstir og það eru allflestir Íslendingar á svona vinnandi aldri sem nota netið af einhverju, hvort sem þeir gera það í símanum sínum eða tölvunni eða hvernig sem það er. Það eru miklu möguleikar en það eru líka rosalega margar skuggahliðar sem maður þarf að vita af. Í bókinni talaði reglur notkun netsins á blaðsíðu 177 og aftur minni á það, hún er orðið svolítið gömul en svo sem þetta ágætis reglur, en það eru líka fína reglur á síðu Saft netorðin 5 sem koma hérna á næstu glæru og það er að leggja áherslu á þetta við börn og unglinga að gætta því hvað þú gerir á netinu því það sjá það allir. Allt sem þú gerir á netinu endurspeglar hver þú ert. Góð samskipti eru jafn mikilvæg á netinu og annars staðar. Ekki taka þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er. Mundu og skilur þið eftir því stafræn spor á netinu. Og þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á netinu. Það er engin annar sem ber ábyrgð á því. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að leggja áherslu á við börn vegna þess að þau átta sig ekki á því að til dæmis þau halda til dæmis að ef þau eyði ykkur þá sé að farið. En neti gleymir engu, þannig það er áfram inn á netinu og það er ekkert mál að finna hluti sem maður heldur að sé búið að eyða. Frítími og fjölmiðlar. Unglingur á aldrinum 8 til 18 ára eyðir að meðaltali 7 klukkutímum og 38 mínútum á fjölmiðla á dag. Ég held að þessi tala sé orðið miklu hærri. Hér er talað að sjónvarp séu cirka, já þetta er á dag, ok. Sjónvarp er cirka 4 klukkutímar 29 mínútur á dag. Sjónvarp þá er ég hér að tala tölvuna. Vegna þess að það er engin krakki í dag eða unglingur að horfa sjónvarpið í 4 klukkutíma en þau eru að horfa tölvuna sína. Þau eru að horfa símana sína. Tali í síma var 33 mínútur á dag. Ég held að það sé nú búið að minnka dálítið mikið en það hefur kannski fæst yfir í að senda skilaboð. Það stendur þarna 1 klukkutími og 35 mínútur á dag í skilaboð og þá það er ýmislegt undir því, það er til dæmis eins og Snapchat þar sem þau eru að gera þessi strík, þar sem þau eru alltaf að senda á milli og það verður að halda því við á hverjum einasta degi. Þetta er bara heilmikið tími sem fer í þetta. Tölvan, það er 1 klukkutími, 29 mínútur á dag. Ég sem myndi bæta því nú bara við sjónvarpið. Tölvuleikir, klukkutími og 13 mínútur á dag. Og svo tónlist 2 tímar og 31 mínútur á dag og þetta er rosalega mikil tími, 7 klukkutímar og 38 mínútur. Ég held þetta sé meiri tími. Vegna þess að krakkar í dag, almennt, við erum ekki að tala öll börn, við erum að tala almennt, að þau eru alltaf með síman í hendinni og þau eru alltaf með netið og þau eru alltaf með aðgang að öllu. Og þetta áhorf, það hefur færst yfir í tölvurnar, sem áður var eingöngu þar. Neikvæðar ímyndir úr miðlum versus árásargjörn hegðun. Og þarna erum við að tala notkun miðla og hegðun unglinga. Hvort er hænan eða ekkin? Er ég með árásargjörna hegðun og sæki þá frekar í neikvætt efni eða er ég með neikvætt efni og sæki þá í árásargjörna hegðun? Hvort er hvað? Hér er talað hér er vitnað í nálgun sem að sýnir eða hefur verið að tala þetta er svona gagnkvæm nálgun og það er verið að sýna að áhorf er viðhorfskapandi og virkar í báðar áttir eða gerir það ekki. Til dæmis ef ég er að horfa á bjóraauglýsingu þá fyrir ég að langar mig að fara að drekka bjór. Ég drekk bjór og þess vegna fyrir ég að horfa á bjóraauglýsingar. Ég fíla fótbolta, þá drekki bjór og þá horfi ég á auglýsingar. Þetta er alveg spurning hvað veldur hverju. 3 nálganir sem er hægt að tala og er algengt að sé talað í sambandi við fjölmiðla í dag að það er þessi menningarnálgun sem er cultivation, það er að horfa á ofbeldi og það valdi aukin ofbeldisneigð, horfa á kynlífsmyndir og þá verði maður sex crazed og áhorf á klám er komið miklu neðar heldur en það var.
Það er ekkit orðið óalgengt að 9 til 10 ára gamlir strákar séu komnir í það að þeir séu að horfa á eitthvað klám á hverjum einasta degi og þetta lítur að breyta því hvernig þeir líta á vegna þess að þeir hafa ekki skilning. Heilinn er ekki orðið nógu þroskaður til að vinna úr því sem þeir sjá, þannig að þeir hafa bara ekki grundvöld til þess að horfa á svona hluti á þess að verða fyrir einhverju. Síðan er það þessi notkunarnálgun sem er við veljum að horfa á það sem við höfum áhuga á. Þannig að árásargjöld börn að þau velji að horfa á ofbeldisleiki. Svo er það þessi gagnkvæmanálgun sem er svona það sem að flestir horfa á í dag, að það sé karaktereinkenni og það hafi áhrif á það hvað við horfum á og annarkvort styrki það er veiki. Sem sagt ég verð bara að bakka aftur eina því ég hef greinilega ekki sett glæruna hérna sem ég ætlaði mér að setja hérna. Ég ætlaði að setja að ef það er karaktereinkenni og það er annarkvort styrkir það sem að minn karakter er eitthvað annað, þannig ef ég er ofbeldissnauð og vel að horfa á ofbeldi, að það verði ég ofbeldissnauðari eða þá að það verði til þess að ég stundi minna ofbeldi. Úlingurinn sem neytandi, nánast allur eigin peningur úlinga fer til að kaupa hluti sem tengjast frítíma. Stelpur nota peninga til að kaupa föt, mat og snyrtivörur í þessari forgangsröð. Strákar nota peninga í mat, föt og spara fyrir einhverjum græjum. Þeir vilja bíla, áður voru það hljómflutnistæki og þess að sé nú dýrari símar, stelpur og vísu gera það líka. Í dag er orðin þessi væral markasetning. Það er sem sagt að nota netið eða samfélagsmiðla til að ná til 1000 úlinga vegna þess að þeir hafa áhrif á neyslu og kaupvenjur vina sinna. Því það skiptir svo miklu máli hvað hinir er að gera, hvað ég geri. Þegar maður er úlingur þá skiptir það öllu máli. Fjölmiðlar og líkamsýmynd úlingstúlkna. Rannsóknir benda til þess að þær sem lesa reglulega tískurit og eru þá óanaðri með eigin líkama. Í dag hefur þetta færst rosalega mikið inn á YouTube, inn á Snappið og annað. Og rannsóknartilraunir benda til þess að stúlkur sem sýndar myndir af tágrónu fyrirmyndum, þær verða mjög fljótt óanaðar með eigin líkama. Tíð lesning megrun og megrunarkúra leiðir til aukinna þráhyggju. Það er uppköst óeðlilega hugmyndir líkamann. Geta fjölmiðla mögulega haft góð áhrif og hvetjandi í að úlingstúlkar hugsu vel heilsuna. Það er svona mín spurning. Þarf það endilega að vera að ef allir tækju sér nú saman að gæti það þá ekki virka jákvætt í staði fyrir að eins og þetta er í dag að þá er það neikvætt. En ég ætlaði ekki að gera meira og svo munum við fjalla aðeins þetta í umræðutímanum.